Komið sæl blessuð, velkomin að rauðaborðinu á samstöðinni þriðjudaginn 14. apríl 2026, styttist nú í sumardaginn 1. Það styttist líka í kosningar, það bara rúmur mánuður þangað til við göngum að kjörborðinu, sveitarstjórnar kosningum, mörgum finnst svona dálítill doði í kringum þessar kosningar. Og við ætlum að gera tilraun, við ætlum að fara í Kringluna og reyna að hafa upp á fólki og athuga hvað almenningur hefur að segja kosningarnar. Það eitt af því sem við ætlum að ræða. En áður en lengra haldið ætla ég að kynna ekki starfsmann í þjálfun, heldur viðmælenda sem að alla jafna væri hér bara í viðtali, en ég fekk hann svona til gamans með mig bara í kynninguna. Hann heitir Árni, komdu blessaður Árni Guðmundsson. Þú hefur verið svolítið í fréttum undanfarið út af hvítvínsbelju sem hendaði fyrir dómstólum. Já. Og ég ætla að fá þig eftir nokkrar mínútur til þess að fara aðeins yfir það mál, því ég veit að þú varst í dómsal og þú svona þekkir þetta mál eiginlega betur heldur en leyfi mér að segja flestir aðrir. Og það var skriplað náttúrulega á þessu daginn í fréttum, en svolítið grunnt, og ég held svona upp af málsins og svona, ég held að geti verið gaman að fara bara raunverulega yfir málið allt með þér á eftir og svona með ítalegum hætti. En þú heyrði mig nefna núna áðan að ég fór með Pétri Fjellsteð tæknimanni, við fórum í Kringluna. Og við heldum að við kemumst í feitt þar að sitja fyrir almenningi í Kringlunni og fá það upp úr fólki hvað þið finnist sveitarstjórnarkosningarnar framöndan. Það má segja að það hafi verið dálítið sjokk að eiginlega allir sem við reyndum að fá til þess að tjá sig sveitarstjórnarkosningarnar af einhverju dýpt, ekki bara svona í þessu yfirborði sem að við erum nú því miður að verða svolítið vön í fréttaumræðu, allt sé bara svona rétt á yfirborðinu og þurfa að vera helst fyndið og skemmtilegt líka. Að við fengum bara sama svarið hjá tugum viðmælenda að þótt fólk kannski langaði til þess að tjá sig eitthvað þessar kosningar, þá segi það ekki sínum hagsmunum borgið með því að gera. Það væri bara best að þegja. Annars gæti það stygt einhvern eða komið upp einhver leiðindi og svona. Af því að þú ert félagsfræðingur. Hvað finnst þér þetta? Mér finnst þetta alveg svakalegt. Það ekki? Jú, eignast að það eitt af svona grunni elementunum í öllu samfélum að tjá sig og segja hvað mann finnst. Og líka í mínum bransa félagsuppsfræðinni, þá eru við náttúrulega alla dagi því að freista þess að gefa þeim hópum samfélagsins sem að veikar einhver rödd. Þannig að mér finnst þetta rosalega skrítið vegna þess að það hlýtur að vera bara einn liður af því að vera manneski samfélagi að taka afstöðu og þora að segja hana. Já, ég sammálar, mér finnst þetta mjög miður ef þetta núna að verða verra en það hefur verið, svo líka annað að fólk talaði stemningsleysið vegna þess að stjórnmálabaráttan hefði færst úr raunheimum, úr alvöru fundum og mannamótum og sem sagt svona lifandi skoðanaskiptum út í samfélaginu yfir á internetið, hingað. Já, það ekki ósælt, og svo líka náttúrulega getur verið einn þáttur í þessu sem tengt því hvað þetta óbóðslega hörð umræða og hvað hvað fólk leifir sér í opinberu umræðu inn á netinu. Þannig að það kannski einn liður sem þetta stór hættulegt í raun og veru fólk bara þegir. Bara, þetta gerur Svíar í seinni heimsstyrjöldinni þegar þeir máttu ekki tjá sig neitt hermál. Þá notuðu de svenska tíker sem tígristýrið og því líka þeir sænsku segja ekki neitt. Og það á einskjörum ótta við raunverulega anstæðingar sem voru að massera í gegnum landi á þeim tíma með járnbrautunum og öðru slíku. En bæjarstjórnarkosningar snúast bara manns nánast á umhverfi og ekkert endilega svona hardcore hægri vinstri mál. Að fólk vil ekki segja hugsin í opinberlega. Og þá væntanlega eitthvað sem hlýtur af áhrif og þá annarkvort einhver ótti við eitthvað að ég bara átta mig á sem ég veist þetta mjög sorglegt að ef þróun að fara í þess átt. Já, og það hvarflaði mér að þessi hagsmunadrifna hugsun. Já. Að við filterum einhvern veginn framkomu okkar, orð, skoðanir og alla okkar framgöngu með það að markmiði að við
séum örugglega ekki að rugga neinum bát, aldrei. Að sko, það í rauninni glötuð stefna vegna þess að þá erum við bara búin að taka það úr sjálfum okkur sem við erum, ekki satt. Já, og líka bara, sko, ég også bara sem manneski að vera, þú veist, að halda sér inni, sko, ok, segjum bara svo bestöðukostningar, það geta snúist alls konar mál og mismöndi heitt og kvöld mál og mismöndi tilfinningahiti og allt þetta. En ef þú ert komin í þá stöðu og tellir að þú segir að einhver mannvirkjar í sveitarfélaginu sé ekki góð, að þá sé þínum persónulega hagsmunum ógnað. Og þá þarf maður að fara í þessa pælingar eins og ég las einu svona ákala merkilega bók sem er besti vinnur aðal sem að þetta kannski dólduð þetta í stóra samíkjunu. Og þú veist ekki borga neitt fyrir að segja þetta. Nei, þetta er ekki. Þú ert í raun að koma þetta er ekki kosta, þetta er algjörlega mínu frumkvæði. En þá ég að pæla í þessu stóra samíki sko að það sé þannig hagsmunur í samfélaginu sem gerir það verkum að fólk getur ekki átt eðlilega samræðu í samfélaginu nauðsynlega mál samfélagsins. Vegna þess að ef ég segi þetta þá bara lendi ég þessu hinu. Og ef ég segi þetta þá fæ ég hitt og þetta líka í einhverju ákvæmnu skilningi. Og ég var svo barnalegur að ég hélt kannski að við værum aðeins að fara upp úr þagnar bindindinu, upp úr þöggunni. En ef marka má þessi svör í kringlunni í dag og eins og ég segi, þetta eru tugir fólk sem að lýsa því, jú, ég væri alveg, ég hef skoðanum, ég langar til þess að tala við ykkur, en ég þori það ekki. Af því að sakalt, og þá þurfum við líka sko, sem erum í skólakjörnum að kenna fólki að sko ég held að sé þetta mikilvægustu hlutarkonum það að segja hugsin og rífa kjaft eða þarf að rífa kjaft á þessu dónalur. Mjög mikilvægt. Sko. En það er náttúrulega til dæmi sko, mér dettur bara í hugum mínum heimabæ sko, þar var ungum maður sem skrifaði grein sem var á móti stefnu bæjarins sem allt í einu fekk ekki starf daginn eftir. Já, þannig að það er alls konar svona hlutir í gangi og þetta er náttúrulega ekki sko, þetta er bara ákaflega sorglegt ef það er ekki að takast á því í samfélögum eru átök. Og ef við höfum ekki eitthvað kerfi sem getur svona tryggt það að fólk sé svona þokkalega örugt í sín eigin skinni við að tjá þann hug sem þarf að tjá hverju sinni. Þá eru dálítið stutt í skona vestanhafspólitík einhver og ekki viljum við fara að þanga eða hvað? Nei, en svo líka kostur þetta fylgjast með þeim frambjóðandi eða kosningamálum sem að ná upp á yfirborðið því sem vekur athygli. Í gær voru að ræða Ara Edvald, akandi einhverja göngugötu, þar sem eðlilega voru ekki bílastæði. Og í dag er ég með hérna á skjánum fyrir fram á mig. Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins, hefur greinilega ákveðið að gera það að pólitísku baráttumáli að halda ótakmörkuðu unnu kjötmeti inni í skólum. Það er þrátt fyrir skýrar ráðleggingar að draga úr neyslu þess vegna heilsufars áhættu. Já. Og hvað er ég að tala? Jú, Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarmanna í borginni, hann skrifar grein til höfuðs því að allar gjörunnar matvörur verði teknar burt úr skólamötunetinum. Hann bendir á að vara eins og, eða matvara eins og slátur og kótilettur í raspi. Við erum útýsa því ef við ætluðum strangtiltekið að passa það að engar vörur væru með þessari skilgreiningu sem unnar matvörur. Og þetta er sem þetta rifleildi Dóra Björt er að skrifa þetta sem ég vitnaði til. Þau eru rífast, í dag er það kótilettur í raspi, í gær var það bílastæði við göngugötu og hvort hann mátti aka. Þetta eru kosningamáli sem við erum að ræða. Já. Og þá fyrir maður velta sér sko, hvort að þetta vissulega svona lýðheilsukostur er merkilegur og allt þetta en sko stóru málin sko og þetta þurfa að koma sér á dagskrána og athygli eitthvað slíkt. Já. Ég veit ekki, sko, ég var alltaf spurning hvort almenningu var alveg óðan að tjása þetta allt saman, sko. Kannski eru einhverjir. En það er auðvitað fullt af máli sem þarf að taka afstöðu til. Já, mér sýnist hægt og rólega átni við sem að sigla bara í einhverja vittleysu, sko. Já, sko, ég sko, nú er það þannig að, sko, ég er mikið pælt í þessu og við í félagsmiðstónum, við innleitum kerfi kringum 85-6, þar sem var kallað unglingalýðræði. Og það var bara kosir áðunglingar sem réður rosalega miklu og það gekk alveg ágætlega og svona ákveðin rammar og svo var þetta svona einhver ákveðin takmörk í þessu. Svo var þetta alltaf að stjórnmálum að vildu taka mynd af sér með unglingum í unglingar að gera eitthvað og þetta fór eiginlega ekki neitt sko og svo fundum við upp á því Hafnarfjörðunum að tengja
þessa unglinga lýðræðisfundi sko pólitíkinni, þar að segja samþýttina fór inn í embættiskerfið og þá verður svona raunveruleg mál að eitthvað sem voru raunveruleg baráttumál unglinga til dæmis eins og allt og dýrt í strætó það fór inn í svona pólitíska kerfi og náði kjölfestu þar og þessna ef ég sko verið talsmaður þess bara sýta kjörgengi sko ef maður ætlar að byggja samfélag eitthvað svona lýðræði að sýta kjörgengi sneðal og hægt Það að segja að fólk geti tekið einhvern afstöðu bara eins ungt og kleift og þá ég ekki að segja að fólk geta farið og keypt brennivín 11 ára og orðið flugstjóri á fluglögu sko 12 ára og bauð sér fannst sem forseta 13 ára. Ég að segja það öll svona réttindi koma svona hægt og sígandi inn. Hvað viltu að við séum gömul þegar við fáum kosningar? Ég myndi vilja sitta bara nýri svona 14 ára eitthvað. 14 ára? Já, þú veist þegar fólk svona þokkalega búið að sko hefur ríka skoðanir. Þannig skeðu við að taka kjörgengi nýri í þetta. Það reyndar alls konar réttindi 18 ára og allt þetta. En til og með ef við tökum bæjarfélög, mál sem hefur að fjallum í bæjarfélögum, það svona 80% mál sem varða börn og ungmenni. Og af hverju mega þau ekki afstöðu því? Veistu hvað mér finnst styðja það að við ættum að leyfa 14 ára börnum að kjósa? Aftur fer ég upp í Kringlu í dag. Og ég rifja upp allt 40, 50, 60 og 70 fólkið og jafnvel 8 ræða fólkið sem að sannarlega má kjósa en til hvers það að kjósa þegar því líður eins og það get ekki rætt pólitík hérna á opinberum grunni hvað bakvið hjá þessum kjósa? Já, svo líka ef maður tekur þetta sko þegar kjörgengi var 20 ára fyrir mörgum árum og fór inn í 18 þá breyttist mjög margt þá fór allt í stjórnmálamenn að mæta í menntaskólana allt í komst málinu menntaskólana á dagskrá ef maður fennir í 14 ár eitthvað slíkt þá alveg klárt að þau mál sem brenna á börnum eins og aðstöðleysi í félagsmiðstöðum dýrt í sund ómögulegt strætókerfi þá bara komast þessi mál hreinlega á dagskrá. Myndu skólastjórnendur leyfa það? Að þetta er umræða í grunnskóla? Mér finnst bara, ef við meinum eitthvað með lýðræði samfélagi, þá vorum við bara að þjálfa lýðræðisþátttöku eins fljótt og hægt. Það ekki hægt að vera með svona eitthvað var í eldgamla daga þegar einhver svona félagsmálakennari valdi vinsælustur kakkan og setti eitthvað nefndrað og svo stýrði það meira með öllu. Ef við erum með unglingalýðræði eins og í félagsmiðstöð það sem er kosið þá verða allir sem standi kring kosningar að sættast við þá sem eru kosnir hvort sem það eru þá skemmtilegir eða leiðilegir eða hvernig maður myndi skilgreina þá sem eru kosnir eða duglegir eða eitthvað það er bara lýðræði hefur þann ganga en þá er maður ekki að segja að maður myndi viðurkenna einhverja anarki að 14 ára geti fólk tekið bílpróf, gift sig og fara í ríkið þroski fólks þess eðlis eða mannskepnuna bara þess eðlis að þetta kemur hægt og sígandi inn. Já, og við þurfum að fara vel með þau réttindi sem við búum yfir. Við þurfum að fara vel með lýðræðislega rétt okkar og kosningaréttin er heilagur, við þurfum að nota hann, við þurfum að vita af hverju við kjósum eins og við kjósum og þetta þarf okkur að líða þannig eins og við getum verið frjálsaði að ræða skoðanir okkar. Já, og líka bara að fólk skilji verðmæti í þessu sko að það er auðvitað heimurinn þannig að þetta er ekki sjálfgefið. Og þessna getur rifjað upp fyrir það var fyrir held í alþingiskosningar þá veit ég ungt fólk sem var að fá kosningar eftir fyrstu skipti og var hálf miðjuminn eftir það samtal þannig að þau voru seint á ferðinni og þá voru 2 kostir í stöðinni það var annars að komast í ísbúðuna eða kjósa og þau fóru í ísbúðuna og ég hugsaði með því að fara í ísbúðuna þá er þú rauninni að ákveða það að aðrir ákveða allt fyrir þannig að við verðum bara sem samfélag þá verðum við bara einhvern veginn að haldi það form að fólk geti tjá sig, sagt skoðanir sínar óháð því hvort einhver annar sé ósammála eða hafi einhver aðra hagsmuni þetta verður að vera búin annars erum við að fara í þess átt sem við getum auðvitað haft ákveðnar áhyggjur af ef við ætlum að fara einhvers konar amerískar pælingar eða einhvers konar pælingar sem byggja á ofsalegum einræðistendisum og sá sterkasti ræður öllu þá erum við náttúrulega komin bara, þá erum við að fara fleiri áratugi og jafnvel árhundur aftur í tíman. Kannski er þetta einhver trumpismi sem byrtist mér í Kringlunni í dag. Já. En áður en lengra haldið, kæri hlustendur árhundur, þá ætla ég að sýna ykkur þau viðtöl sem við þó náðum, þau eru ekki mörg og því miður engin viðtöl við konur, en næstu mínútur skuliði renna yfir það sem að bara þessir 2 sem að töldu sig frjálsa að tjá sig við okkur hafa að segja.
Já, við skelltum okkur í kringluna til þess að heyra hvað borgarbúum og íbúum annara nálægra sveitarfélaga finnst hvað við segja, upptakt sveitarstjórnarkosninganna, sem að fá að heyra hvort það eitthvað sem brennur á fólki. Hvað heitir þú, vinur? Hinrik heiti ég. Hinrik. Hvernig finnst þér kosningabaráttan hafa farið fram til þessa? Mér finnst nú frekar rólegt yfir henni bara. Já, það ekki. Jú, má segja það. Ég reyndar frá Akranesi. Já. Og þar nýbúin að missa bæjarstjórinn okkar, hann hættur. Já. Harald. Harald, já. Hann fór yfir í Hvalfjarðarsveit? Já, hann búsettur í Rein á Hvalfjarðarsveit. Já. Hann ég veit ekki hvað listin heitir hjá þeim, en þetta nokkur aðilar úr sveitinni bara sem tóku sér saman og bjóði hennar lista fram. Já. En aftur með einn flokkur, hann lítur nokkuð vel út. Hvaða öfl hafa verið sterkust á Akranesi? Eru það hægrimenn, Sjálfstæðisflokkurinn? Nei, Sjálfstæðisflokkurinn var í meirihluta, held ég, með fleirum. Ég man nú ekki hvernig meirihlutin er skipaður. Þeir fengur reynda 3 síðast og eru vonast til að fá mér svo til 4 núna. Þetta er já, mér finnst frekar rólegt yfir. Svona, það er búin að vera eins og var í gamla daga, hörku fundir, nú fer þetta allt fram á samfélagsmiðlunum bara. Já, ég svolítið sammálaður, sko. Þetta er svolítið breytt, mikið breytt. Já, og stemningin minni finnst mér núna. Já, mér finnst það. Já. Mér finnst það minni. Og maður svona hálf vorkennir þessum frambjóðendum að reyna að vekja athygli á sér, sko, sá sem að keyra í göngugötu og segir að það vanti bílastæði við göngugötuna, hann fær einhverja athygli en það vantar kannski svolítið málefni. Já, það má segja það gerir það, en þetta allt, mér finnst þetta svona vera alltaf öðruvísi út af, það ekkert svona sameiginlegir fundir hjá frambjóðendum. Þetta vantar svolítið að mann komi svona eins og var að komi saman flokkarnir og ræði málin, sko. Einmitt. Heldur að skipti raunverulega miklu máli út frá pólitík, út frá því hvort sveitarstjórnarfulltrúar eru til vinstri eða hægri, hvers konar lið velst til forystustarfa fyrir okkur? Þetta nú, mér finnst nú aðeins vera svona eins og svolítið samstæðar milli flokka núna, meira heldur en að vera áður. Það er að bjóða fram sameiginlega kannski 2-3 flokkar. Þetta er svona svolítið öðruvísi. Já. En náttúrulega líf og fjör hér í höfuðborginni, sko. Já. Það er alltaf verið. Ég er búinn að tala við fjöldanallina fólki sem þorir ekki tjá sig. Já, og eru kjósendur í Reykjavík, hafa alltaf hotnum sér hvað var að skipulagsmál, bílastæðamál og alls konar hluti, en þor ekki tjá sig. Það má náttúrulega finna ýmsu sjálfsagt í Reykjavík eins og annars það bara. En ég er svona veltaði fyrir mér hvort, ég skrifa hann einu svona bók spillingu og þöggunina sem að fylgir okkar samfélagi. Ég er mikið að veltaði fyrir mér hvort lýðræðið sé í enn aukinni hættu vegna þess að þú ert hundeltur ef þú lýsir yfir einhverjum skoðunum í aðdragandi kosningu. Já, þá færðu það óþvegið tilbaka. Já, skildi þú aldrei vera. Tala Jimmy, við förum eitthvað út í heim, sko. Nei. Vestur á bóginn. Það og menn orðin einræðisverðar. Já, akkurat. En eru sveitarstjórnarkosningar að þínu viti persónukjör eða er þetta samkeppni pólitískra hugmynda? Mér finnst allt ræði til þess að væri persónukjör. Sumir hafa lagt það til. Já. Að raða á lista bara persónur. Fara bara alla leið. Já. Sumir hafa talað það. Ég veit að það hafa nú svolítið eitthvað í land, sko. Já. En fyrir þig sem gestkomandi í Reykjavík, þú ert væntanlega, þú komið hérna lengi. Já. Hvernig hefur borgin breyst svona út frá þínum sjónarhóli eftir því sem árinu líða? Ég sé alltaf eftir því að get ekki keyrt Laugaveginn til dæmis. Skuli vera orðið svo mikið af þessum göngugötum og mér finnst hafa fækkað
bílastæðum þó að eitthvað kom í sjónvarpið eða á samfélagsmiðlum og talaði að það væri 7.000 bílastæði í Reykjavík. Það er bara í miðbænum. Ég trúi því. Bílastæði kjallarann. Já, með kjallarann. Já. En mér finnst við að búa að setja upp svona alls konar hindranir sem voru áður bílastæði. Borgin náttúrulega breyst alveg gífurlega frá ég er orðið það fullorðinn að manna þetta borgin svo miklu allt öðruvísi. Meira líf svona niður í bæ fannst mér þá, en nú er þetta orðið náttúrulega bara túristasvæði megnið af þessu. Svo finnst mér alveg blóðugt að maður stoppi fyrir framan einhverja matvöruverslun, hendist inn og sé 5 mínútur að kaupa eitthvað inn og svo sest upp í bílinn og fer sekt upp á 6 eða 8 eða 10 skall. Náttúrulega fáránlegt. Þetta er það verður að segjast eins og þetta er allstaðar að verða skylda að borga í stæði, sko. Þetta er verða einum of. Það er enginn sem best gegn því. Nei, það er svo skil. Ég myndi kjósa það hans að gera það. Já. Er það gaman að hitta þig? Það er sömuleiðis. Og gangi þér vel. Gangi ykkur vel. Smári, þú býrð ekki hér á höfuðborgarsvæðinu eða eitthvað? Nei. En ertu pólitískur? Ekki mikið. Margir sem að segja hérna í Kringlunni að þeim finnist dauflegt og svona eða fátt sem minni á það að sé bara rúmur mánuður í kosningar. Ertu sammála því? Já, mér finnst þessi Evrópuumræða kæfa allt niður, sko. Þetta snýst orðið bara allt að komast í þetta Evrópubandalag. Já, þér finnst það? Mér finnst þetta að vera stærsta ásökun. Að sé út af ESB atkvæðagreiðslunni þarna. Já, mér finnst þetta svo hávært og mikið í dagsljósinu að annað þetta bara niður sem fyrir með þessum kostningu, sveitarstjórnarkostningu. Já, það má þá álykta að þér finnist að misráðið tímasetningin á þessari ESB-kostningu. Já, hún var dregin tilbaka einhvern tímann. Ég bara hefði viljað hafa þannig áfram. Já, það kann að vera. Svo getur líka verið eins og sumir hafa bent á hérna að svona fundir, gamlir heiðarlegir fundir þar sem fólk kemur saman í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga, að þetta sé bara mikið til horfið og umræðan sem komin bara yfir á internetið? Já, ég er sammála því. Maður hættir orðið að fá í póstkassan eitthvað blöð og bréf frá flokkum, sko. Það var miklu meira en hérna áður. En hvert er þitt sveitarfélag? Hvar áttu heima? Brautarholt í Skeiðagnúpverðarhöfn. Já. Og hvað menn að rífast þar? Nei, flestir bara sæmilega sáttir og sammála. Já, ég er svo nýkominn hérna að fluttur hérna að ég er ekki Já, þá verður að tala varlega. Já, ekki komin alveg ná inn í þetta. En kæri þakki fyrir spjallið. Það er góð. Já, þannig var það nú. Heyrðu Árni minn, við ætlum að fara úr þessari umræðu yfir í annað mál sem ég nefndi áðan, sem er áfengismálin. Áður en lengra haldið ætla ég við ykkur kæru hlustendur og áhorfendur að segja það að við ætlum sem sagt í lok þáttarins að ræða við Önnu Rún Atladóttur mikla uppskeruhátíð sem framöndan er í tónlist Nótuna, sem Ráðhúsi Reykjavíkur verður breytt í tónlistarhöll og þetta er pólitískt spjall við hann líka. Henni er hreint ekki skemmt yfir því hvernig Reykjavíkurborg kemur fram við tónlistarskóla. Það eru dæmi að hátt í 100 nemendur eru á biðlista hjá tónlistarskólum og hvar eru við að stefna í listrænu tilliti í þessum efnum. Nú, Brynhildur Ólafsdóttir, hún er óhrædd við ögrandi og sársaukafull ævintýri í óbyggðum og hefur stundum verið nær dauða en lífi, eins og kemur fram í samtalið hennar við Ásdísi Olsen. Hér á eftir Ásdís reið á vaðið í gær sem ný dagskrárgerðarkona hér á samstöðinni og hún heldur áfram í dag og spennandi spjall þar á ferð.
og þannig að þetta það sem að handa við hornið og svo það ólögleg sala einnar hvítvínsbelju sem gæti orðið þúfa sem veltir þungu hlassi. Það mál ætla ég næst að ræða við gestinn hér í kynningunni, Árna Guðmundsson, forvarna fulltrúa. Árni, ég sagði áðan að þú þekkir þetta mál betur en flestir aðrir. Hvernig hósta? Það hóst bara með því að áfengisveislunni kærði ólöglega áfengisveislunni fyrir 5 eða 6 árum. Fyrir 5 eða 6 árum? Já, mjög langt síðan og það nú alveg undarlegt hvernig það mál fór vegna þess að þar var málinu vísa frá að tæknilegum ástæðum. Að ÁTVR væri ekki aðili máls og ÁTVR þá var þetta stjórn þess, ætlaði bara áfrýja málinu til Landsréttar vegna þess að þetta var mjög undarlegt að vísa bara svona máli frá sem svona grundvallar. Þetta var semst spurningum grundvallar atriði í íslenskri áfengislöggjöf og áfengispólitík. Og þá greip bara fjármálaráðherra beint inn í þetta með beinum hætti og sagði bara að það var alveg fullkomin óþarfi að þetta væri skýr dómur og hann var náttúrulega æðsti maður ÁTVR og slóð þar á hendurnar. Hver var fjármálaráðherra? Það var Bjarni Benediktsson sem þá var þetta fjármálaráðherra. Hann segir það bara fyrir í blöðun og segir þetta sé bara að það þurfi ekki að fara neitt meira með þetta. Og sem var náttúrulega svona mjög óheppilegt vegna þess að það var fyllst ástæða til þess að fara með þetta alla leið. Vegna þess að á þessu stímálsins þá var allir sem eitthvað vitum lög og þekkja sjá það, þetta bara samkvæmt orðana hljóðin lögum og þetta ólögleg starfsemi. Þannig að málið fór mjög illa á stað. Það fer alveg hræðilega illa á stað og þetta bara undarlegt þetta alveg undarleg íhlutun fjármálaráðsins í málið, bara alveg furðulega svona eftir á að hyggja sem því það málið tafðist meira 5-6 ár. Og það takast á þessi 2 menningarheimar, annars vegar þessi hluti almennings sem virðist nokkuð stór sem vill bara algjört frelsi í sölu áfengis og svo hinnir, menn eins og þú. Já, ég held að sé þetta almenningur ekkert að bíða sérstaklega einhverja sérstaklega breytingar á kerfi sem ágætt en það sem það eitthvað svona, það svo skrítið til allar þessar kæri sem kom í kjölfarið. Í þau samtök sem ég að vinna fyrir foreldrasamtök gegn áfengissölu, það búið að fara alveg gríðaldmagna alls konar kærum inn í kerfið og það bara stoppa þar. Og þegar við erum að fara að pressa á, við sem erum í forhundum, við erum að pressa á vegna þess að samfélagi verður að ganga á einhverjum reglum og ef lögreglan situr á einhverju kærum fram og tilbaka eða gefur ekki út kærur eða gerir eitthvað, þá það eitthvað skrítið. Svo verður bara ferið í alls konar á þessu tímabili reðu og sem vísa frá, þá ferið þetta þeir sem að hagsmunið að selja áfengi og græða persónulega á því. Að þeir nota það sem að menn kalla reglubókin hjá heilbrigðisstofnunum, þar að segja áfengisbransin með ákveðin svona kerfi sem þeir spila eftir, leikkerfi og það að sé lagalega óviss og allt þetta og alls konar svona hlutir og vísindi virka ekki og þetta ekki rétt og bla bla bla. Núna í síðustu viku þá það bara alveg ljóst að allt sem við erum að segja allan tíman hárrétt. Þannig að dómurinn sem kveðin upp loksins eftir 5 ár, eftir 5 eða 6 ár tæp, hann svo brjálæðislega skýr að mínum og kannski má segja sé ekki óháður í þessu, ég ekki að selja brennjón og enga hagsmuni á því og hefur reyndar enga aðra hagsmuni heldur en bara að vend og velferð barna. Að hann svo skýr að það mun ekkert breytast í Landsrétt að mínum mati. Þetta bara vitnað í áfengislögin og á þessu ferli þá alls konar, þetta alls konar lítil stríð, menn í þessu ferli vildu fá ESA úrskurð hvort þetta væri svona hins einn og hvað gera með þá það skýrir dálítið tafaleikina. Þá segja þeir til dæmis hvernig stendur á því að það ekki búið að gera neitt í þessi 5 ár. Eru menn þó ekki múin að viðurkenna að sé bara veruleiki og bla 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 og það alls konar svona leikir en þegar maður fer í þessu dómsmáli þá var þetta raun og veru bara átakalegt að sitja hann í salnum. Þú varst sannsagt í réttarhaldinu. Já, málflutningin, bara var viðstætt málflutningin. Og var dómsniðurstaða í samræmi við það sem að þér fannst þú verða vitni að það? Ég var bara eftir svona 10 mínútur að setja hann í salnum. Þá var ég ekki að nokkrum einasta vafa, enda sem að það þegar það búið að kveða upp dóminn,
þá var einn af aðalsölumönnum landsins í þessu bransa, hann komin í Ríkisútvarp sko 7 mínútum eftir að búið að kveða dómu upp. Og rífur kjátt sem aldrei. Já, og komið með bókina sko, áfengissölu bókina. Segir að þessi dómur skipti engu máli? Skipti engu máli og lögin séu búk og gamalt að sé ekkert að marka rannsóknir. Og það sem mál fyrir Alþingi sem muni breyta forsendum. Og það komið frumvarp og allt þetta. Þetta bara nákvæmlega eins og þeir spila, allstar út allan heim. Og þá verður maður auðvitað velta fyrir sig sko, mér finnst þetta dálítið sérstætt sko, Ríkisútvarpið hleypti sko einhvers konar bara kranablaðamenn sko inn í þetta umræðuefni viðkvæma sko og það var bara tekið þetta var tekið bara eins og þetta var heilagur sannleikur. Það var silkimeðferð. Algjör silkimeðferð. En þetta er auðvitað bara, í þessu geimi er allt svona, þess að núna er þetta svo afdráttarlaust, menn munu auðvitað áfríða þessu, menn munu reyna að fá alls konar gögn, einhver erlend gögn frá ESA, þetta sé allt búið að samþykkja, menn munu nota sko söluna beint frá bíli sem er svona túristasala átt að selja 6-pack, menn sitt ekki reglur yfir hvaða magnið á að vera. Það er alls konar svona leikjafræði gangi undir sem menn munu nota til að reyna að grafa undan kerfi sem er ágætt. Eða bara fínt, það er ekki skortur á áfengis, það er ekki vesinn með áfengis að ná sér áfengið af hann allir. Meira aðgengi, meiri drykkja og meiri voði gafart börnum og ungmennum. Og svo er margt af þessi efni sem menn er að birta er náttúrulega bara hlægilegt. Sko. Ég sá einhverja samantekt frá einhverjum sem eru einn helsti líð þessu sérfræðingur landsins úr þessum rannir sem er að selja brennivín. Hann tók einhverja skandinavíska tölur og segir þetta sé allt í fínu og sleppir dönskum tölum. Já. Það sem að danskar tölur segja okkur akkurat að það mun bara verða svoleiðis ástand í Íslandi ef svona frumur fari gegn. Þannig að menn skauta fram hjá ýmsu, menn fara í alls konar ferðalög í þeim tilgangi að réttlæta það að þeir eigi að geta selt hvernig sem er og hverjum sem er. Þannig að það er alls konar svona geim sem fer í gang. Þessina breiður mann ekkert núna að það sé skeiður núna, bara leiður dómarinn komin og það að menn séu tilbúinni með bara grátinn, bara 7 mínútum eftir dómsuppkvaningu. Samt meira hróka heldur en grát. Já, mér finnst þetta var svona dálítið, það má alveg deilu að hvernig það var, alltaf var þetta sko undarlegt sko allt saman. En það sem menn gera þá bara núna er það að þá er bara næsta stig í leiknum er að fara með inn í þingið. Og þá er búið að leggja fram hann í 15. Ég held þessi 15. skipti þannig að brennum í búðum frumvarpið í einni annari mynd og þá er einhver svona mandónsvíksla að láta einhvern nýjan þingmann taka þetta upp á sína arma og það er þingmannafrumvarp sem þýðir að þetta þá getur vilja í ríkisstjórnar en ég held að sé ekkert í samnýtt ríkisstjórnar það að fara að koma áfengi út alla trissur. Já sko ríkisstjórnin hefur náttúrulega vit á því að snert ekki mikið á þessu því þetta getur nú kostað einhver atkvæði. Já sko ég held að sé bara það sem er þetta sko það sem voru hugsun og nú þarf við þetta þeir sem eru fulltrúar fólksins og sitt á þinginu, þeir þurfa bara í standa lappirnar. Það mun vera alveg ótrúlega pressa á þá. Það er þá í fyrst skipti mörg ár sem við segjum það innan Alþingis fólk er náttúrulega búið að hefa sér eins og gungur. Já sko málið það að sko þegar svona kemur það kemur bara svo margt með þessu það kemur svo rosalega þrýstingur og ég held til dæmis að þegar maður kíkir á sko umræðan í samfélagum dag þá er það þannig að þetta er þeir sem eru vilja þetta svokallaða frjálslindi sem er náttúrulega ekkert annað en bara einhvers konar viðskiptahagsmuna var lítið með frelsi að gera að þeir eru bara svo óbóðslega mikið að penningum mjög aggressífir og hafa allan heimsins pengum til að vinna alls konar taktik sem þeir gera, hikki ekkert við. Og þú hefur sagt að sko ef ég geng 19 ára inn í verslun á 2FR þá séu dágóða líkur á einhver muni spyrja mig skilríki og ef þeir sjá að ég 19 þá fá ég ekki afgreiðslu. Já. En það séu brotalamir í þessu kerfi í þessari netsölu, alveg vinstri hægri. Já sko, ég rækna augunni, það er mjög góð umsögn landlæknisembættisins hérna frumvarpið. Og þar, ég hef ekki séð þau gögn, þannig ég hef ekki fengið þau gögn, en þar eru þeirra í að því að það sé við að botna brotin í sölukerfinu. Og það stemur, ég þekki það ekki nákvæmlega, sko, það hlýtur bara að koma fram einhvern mann. En sko, ég þekki það bara sjálfur ekki okkar samtök. Að þá hefur við fengið ábendingar sem við getum alveg sanna þess vegna það að 12 ára barn hafi keypt áfengi að netsölu á sínum skilríkjum sem er þá barnakort sem að foreldrar sjá og í þessu tilfelli að mamma sé að það var hérna færsla frá áfengisnetsala, ég minnir að það hafi verið smáríkið, held það og hún ríkur á stað og ætlar að kæra þetta og þá skeiðu tvennt annars er fyrirtækið kært
Hitt sem öllu verða fyrir fjölskylduna, þannig ungu drengur sem verður á, hann orðinn barnavandamál. Þannig að þegar þetta kært, þá annars að það þarf að taka fjölskyldunni einhverja svona allavega eitt viðtalið eitthvað slíkt, eða hvernig barnavandi vill hafa einhver viðbrögg gagnvart barni sem komið í áhættuhöfðun, sem þetta sannarlega Þannig að það svona hamlandi þetta. Já, að láta vita og upplýsa. Já, og svo þetta, sko, það alveg ljóst, sko, að til dæmis þessi ummæli einhvers áfengisalans það að ÁTVR selji unglingum og skilur ekki eftirliti sér ábótavant og allt þetta stendst, sko, og þess vegna sé unglingu selt svo mikið áfengi þar. Þetta bara, sko, bull bara allir heimabrúks. Já. Af hverju gerðist það ekki bara eftir þennan dóm að löggan lokaði Smárikinu? Já, þú segir mig fréttir, eða bara öllu þessu ólögulegu starfsemi. Og það ennþá meiri dýpt í þessu. Nú þannig að ég er í lífur í svona brú sem opinber starfsmaður og hann á bara verulega mikið peningi Hagkaup og þá maður auðvitað að spyrja lífur í svona ætla þeir að vera fjármagna fyrirtæki sem með löglega brotastarfsemi núna. Hagkaup á auðvitað að sjá sóma sinni því þeir sem eru þar í forsvari auðvitað axla ábyrgð á því hafa sagt okkur og haldið því fram gegn betri vitund eins og við komum fram núna. Þeir sögust reyndir að hafa lögfræði álit sem sýndi aldrei Hagkaup þetta verið löglegt. Þeir fara í gang með þetta, stjórnendur Hagkaups. Lífeyrissjóðirnir voru ekki nú ákveðnir þegar bregðast við, þó þeir hefðu látið eitthvað frá sér fara þetta var ekki gott. Nú liggur fyrir dómur, þannig að nú liggur það fyrir að þeir hafa gert mistök, stjórnendur Hagkaupa. Og þá finnst manni, sko, engin spurning að þeir þurfa náttúrulega íhuga sína stöðu. Einmitt, þegar þú segir þetta, sko, viðbröðin í samfélaginu hafa ekki verið í neinu samræmi að mínu mati við dómsniðurstöðuna. Nei, svo kemur alltaf annað sem leikjafræðinni að einangra, sko, dóminn bara við Smárikið og segja að hini séu með öðruvísi. Þekki þá verkalýðsmálu þegar voru einhverjir dómar sem féllu illa fyrir einhverja sem voru á móti þeim, að þá litum menn 2-3 dóma ganga áður en menn föttu þetta var peningasóun. Að öll í öfnu og í síðuðu samfélagi myndi ég álita það þegar búið að dæma þó að sé á þessu stígi málsins afdráttastömmur, þá það svo túlkun sem ráðandi í samfélaginu. Það líka þetta að menn segja ég var í þessu góðri trú og alls konar svona hlutir og aðrir voru auðvitað bara að reyna að finna góðan bísnis og allt þetta, en það fylgir því auðvitað þetta, þegar þú ferð inn í þetta þá bara staðan þessi og einhver að tala um svona skaðabót og hver að borga skaðabætur og bla bla bla. Skaðabætur fyrir hvað? Fyrir það að menn hafa takið einhverju sensa gegn jafnvel einhverju tilfellu betri vitund eða verða upp í sér einhverju lögbrotum. Ég átta mig ekki alveg á þessu, þannig ég hefði álitið að þetta bara lögreglan að fara að loka öllum þessum stöðum eins og skot. Hitt sjónarmið það að þetta á eftir að kæri þetta og menn minna haldið sem eins lengi dómskjörn og hægt og ef þetta skildi sem ég til ekki einustu líkur á að þetta yrði þannig að þetta verið dæmt löglegt til dæmis í Landsrétti eða Hæstarétti að þá myndi hugsanlega opnast eitthvað skaðabóta ábrjóta tímabil frá að menn loka og þannig að menn fá að opna aftur. En þó að sú staða kemur upp þá ég vissum að þær fjárhæðir sem ríkið þyrfti sem væru alveg gríðalósangjarnar og bara asnalegar í öllu tilliti þær væru samt sem að vera ekki neitt með hvað þetta ástand mun kosta okkur þegar þessu aukning verður í áfengisdrykkju og allt þetta áfengistengda og sjúkratengda sem tilheyrir áfengisneyslunni og öll þessi tíðni sjúkrahús og heilbrigðiskostnaður og annað slíkt. Það meðal annars eitt sem að menn eru núna að tala alveg endalaust niður. Rannsóknir útreikninga effekta af aukin áfengisneyslu. En það eru þessi atriði sem eru. Það er í raun og veru alveg stórfurðulegt, sko, hvernig þetta var allt verið og að menn fari ekki beint inn í þetta. Það er líka ein ábending sem við fengum sem mjög á merkri síðu okkar í foreldrasamtökum. Þar var maður sem ég man nú ekki nafnið á núna en hann taldi það að allt þetta ferli sem við erum núna komið mjög langt í, hann sagði bara hennilega þarf ekki að fara fram opinber rannsókn á þessu ferli öllu saman. Þá tók hann, sko, hvernig getur verið að mál sem svona augljóst dummi svo lengi í kerfinu. Er einhver instansar í kerfinu sem trufla eðlilega framvindu mála eins og þessara? Er einhverja hamlandi faktorar
eða er hérna pólitíska umhverfi, framkvæmdavaldið, löggjafinn þetta sama súra eitthvað sem ekki hefur nein skil sín á milli. Já. Það eru alls konar svona áleitna spurningar sem kom upp í þessu. Já, það einhver menningarbreyting af því þú varst að gagnrýna Ríkisútvarpið á þann og ég tek alveg undir það, ég var mjög hissa á þessu viðtali að einmitt eins og þú segir 7 mínútum eftir að úrskurður fellur þá sprútsalinn kallar þarna heim brotlegi. Ekki heim brotlegi, sko, það var líka eitt ríks, það var ekki að Ríkisútvarpið talar ekki við dæmda menn. Nei. Þannig að það var annar fenginn. Já, var annar fenginn. En hann var með nesti sem hann maulaði úr allan tíman. Já, og hann byrjar á að segja að þessu eru snúið í landsrétti og þetta ekkert mál og svona. Meirihluti þinginu og það bara allt. Já, og engar gagnrýnar spurningar. Sko, ég vann nú einu sinni á Ríkisútvarpinu, það var 99-2005 eða eitthvað sluðis. Og þá var bara frekar svona krítiskur þangagangur gagnvart þessari óvenjulegu vöru sem áfengi og það var ekki mikið það að dagskrárgerða fólk og fréttafólk væri að skrifa loffréttir og greinar og búa til æðislega marga létta, skemmtilega þætti hvað brennivín væri frábært og við ættum helst bara öll að vera full frá móti kvölds í öllum aldurshópum. Ég kannski aðeins að spísa þetta en ég velti því svolítið fyrir mér sko þessi gagnrýni tónn, þessi krítíska rödd sem að var áður svona, það mátti finna hann í öllum fjölmiðlum landsins að þetta væri varasamt efni, við þurftum að passa okkur á þessari vöru, þetta væri engin venjuleg vara. Hvað heldur þú að skýri það að þessi svona varnaðar orð og svona hæglæti gagvart eða varúði á gagvart þessari vöru að þetta eiginlega bara svo ég ræði álitmynd á fjölmiðlunum þetta eiginlega bara horfið hvað gerðist? Ég held að séu margir faktorar sko. Ég held til dæmis bara fyrirtæki sem eru á auglýsingamarkaði þau verðast marg vera háð sko bara áfengsinnan og þú ert ekkert að lemja hérna fæðandi hönd. Nei, þetta eru bara peningalegir hagsmunir. Já, ef þú ert Ríkisútvarp Íslands, þá máttu bara ekki vera þar. Nei. Og ég hef nú verið oft í góðu spjalli og ofsalega mikið að góðu dagskrárgerða fólki þar og annars líkt, sko. En mér finnst alveg rosalega, mér dettur bara í hug eitt dæmi, sko. Okkar helsti lýðheilsusérfræðingur, Lára Sigurðardóttir, hún jafnsett einhverjum sem að selja áfengi, var 2 ára að selja áfengi út bílskúsur út á Granda. Já, í Kastljósi. Þau eru ræða málið þarna og hún alveg óðaönn að verjast einhverjum vitleysis útúrsnúningum alveg endalaust í heilan þátt. Já. Á sama tíma hafði forstjóri einhverju áfengisfyrirtæki fengið undir sig sko heilan Kastljósþátt sem var bara látið flæða og alveg bara alveg nánast gagnrýnslaust. Þarna á Ríkisútvarpið ekki að vera. Og það hefur skyldu til þess að vera auðvitað dálítið krítískt í allar áttir. Maður hefur auðvitað sjálfur fengið stundum á lúðurinn í viðtölum þar. En mér finnst alveg eins og þetta viðtal við hann Sandefjörðsstjórn daginn, mér finnst þetta alveg einstaklega lélegt útvarp, ef ég á að segja eins og er. Já, ég held að margir hafi upplifað einmitt það sem ég nefndi áðan að svona það fór ekki saman hljóð og mynd, annars vegar fellur þessi dómur og hins vegar eru öll viðbröðin eins og dómurinn hafi fallið bara í hinn áttina. Já, sko líka bara ef þú tekur sko, hver er stóra fréttin í þessu? Já. Stóra fréttin í þessu, það er búið að vera endalaust vesinn í 5 ár og menn búin að vera í alls konar dótari, það er alls konar flækjur og eitthvað svona system í þessu. Svo kemur loksins dómur og þá er hann bara eins og hann er gerður og hann er afdráttarlaus og ef maður les dómsólið til dæmis, þá er þetta bara alveg sólklárt mál. Það er stóra fréttin. Það er ekki aumingja þeir sem hafa verið að selja áfengi og nú séu þeir að missa 2 milljarða veltu á ári og hvað eru að missa í peningum. Það er engin sérstök frétt í mínum huga. Fréttið í mínum huga þetta við erum loksins búin að hafa viðurkenningu því að við erum með ákveðna áfengispólitík á Íslandi sem hefur í sig vendandi þætti eins og sölufyrirkomulag og það byggir á bestu samtíma niðurstöðum og rannsóknum að þetta kerfi virkar. Allt þetta system sem við erum að gera er bara hluti sem alþjóðlega
alþjóða heilbrigðisstofnun hefur skrifað upp á sem kerfi sem virkar bæði vendandi fyrir ungmenni, alla lýðheilsu landinu og hefur bara miklu betri afleiðingar í för með sér heldur en algjört óheft sölukerfi sem að gengur bara að selja sem mest. Það fréttin, þetta við erum búin að úrskurða í þessu sem aldrei var einu sinni vafi. Þannig að nú væri bara spurningin, nú þurfum við bara hvernig ætlum við að fara að vinna út í því og við þurfum að vinna út í því í staðan fyrir að menn hætti aldrei. Ertu bjartsýnn, Árni, svona í lokin á að þessi hvítvínsbelja verði þúfa sem velti þungulassi? Ég held að það hefur komið ýmsum stað en ég held að sé algjörlega þannig að það eru bara sérhagsmunaöfl sem vinna 24 tíma 7 daga vikunar að eigin sérhagsmunum og þeir muni ekkert þeir segja bara ok, þeir viðurkenna ekkert að stríð sér tapa þarna megin, þeir finna bara nýtt og þetta er bara þannig að samfélagið þarf auðvitað að standa saman og þau gildi sem við staðið saman sem hafa verið ágætt, það er engin neyðar ástandi í áfengssölu á Íslandi, þvert á móti ákveðið svona málamiðlun sem virkar. Þetta er vendandi fyrir börn og líka við þurfum að standa vörð þetta. Við þurfum að passa að almenningur og venjulegt fólk í samfélaginu það getur búið við einhvers konar kerfi sem byggir á einhverju allt öðru heldur en ídrustu sérhagsmunum. Að ekki sé talað allan þann stóra hóp fullorðins fólks, eldri borgara og fleiri sem lendir í heilsutjóni, lendir mölbrotið upp á spítulum, tekur orku og tíma frá heilbrigðisstarfsmönnum okkar og reynir á innviði og eyðileggur sitt líf. Kannski stundum bara vegna þess að á sunnudagskvöldi getur það, búm, ná sér í eina flösku í viðbót. Við fáum einmitt svona ábendingar fólk sem bara á kójufyllir í, þarf ekki að einu svona fara lappið til að ná sér áfengi og það auðvitað ljóst að það styttir lífi verulega. Og gríðarlega kostnaða samt fyrir samfélagið. En það þetta það til dæmis ég eiginlega nánast fullir það á sér svona okkur sérstakur talsmaður ÁTVR að þeir afgreiða sem ekki drukki fólk mega það ekki. Heyrðu, ég ætla að halda áfram að ræða með menn eins og þig og hérna þóttist ég búin að kalla sprútsalana brjálaða yfir mig á Facebook síðunni en ég hef sagt það að mér er óbyður hvað mikil meðvirkni í gangi hjá kollegum mínum, flestum öðrum fjölmiðlamönnum og ég skil ekki neitt. Ég held að hafa ekkert breyst síðan maður var barn og maður fékk að vita það að áfengi er í hófi, getur það haft jákvæðar hliðar og getur verið tákn gleði og sigra og allt það, gera enga athugasemd í það. En þetta er stór hættulegt efni líka og engin venjuleg vara. Já, algjörlega. Og menn græða á þessu, þess vegna þessi normalisering sem þú ert að tala um. Hún bara menn eru að reyna að gera þegar menn eru komið sér skíðabrekkuna, þú getur ekki lengur verið ódrukkin á skíðum. Það nú eitt. Þetta er svona. Þess vegna þurfum allir að tjá sig, eins og við vorum að tala um hérna fyrr, að fólk verður að segja hug sinn. Þarna tókst okkur að loka hringnum. Árni, kæra þakki fyrir komuna. Við höfum komið víða við og fínt að hafa þið í kynningu á þættinum sem að þróaðist út í þetta og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Hún Ásdís Olsen er að koma sér fyrir og er hér með ansi merkilegt spjall við mikla baráttu konu. Við viljum að okkur verði miskunnað og við skulum miskunna öðrum. Ég heiti Bogi Ágústsson, ég trú á miskunnsemi. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.